Jæja, góðan daginn. Við erum bara að fara að byrja hér, klukkan er 9:30. Sem sagt í dag er mætt hingað til okkar Sólveig Jakobsdóttir sem dósent hérna á menntavísindasviði og hún ætlar að tala stafræna borgaravitund sem er mjög áhugaverð leið til að ramma svolítið þessa umræðu öryggi á netinu og svona framkomu nemenda og annarra, hvernig þeir nota netið og samskiptamiðla. Ég ætla ekkert að hafa kynninguna neitt lengri en þetta og Sólveig, þú tekur þá bara við. Takk fyrir, vonaði heyrið bara vel í mér og bara ánægja að vera hérna með ykkur og fá að ræða þessi mál. Ég var búin að setja líka vísun í fyrra erindi sem ég flutti á UT-messunni inn á Facebook-hópinn og þið gætu kannski vilja kíkja aðeins á þær glærur og upptökur. Þetta mér langaði reynda til að hafa þetta svolítið gagnvirkt hér. Ég hafði verið að hugsa hvort þetta ætti að vera svona vendikennslumódel á þessari kynningu. Þannig að þið færu bara yfir þær glærur og eða ég byggi til svona nýjan pakka og svo höfðum við þetta meira eins og umræðu tíma. En kannski við erum svolítið smeyk við tækni vandamálin þegar svona margir að reyna að setja ykkur kannski svona í umræðu hópa þó að eigi að vera hægt. Og þess vegna ætla ég að nota hins vegar trikkið hjá henni Svövu Pétur sem að hérna var með kynningu samfélagsmiðlana fyrir 2 vikum og mér fannst koma mjög skemmtilega út að nota Google Docs fyrir hérna til þess að fá fram efni og upplýsingar frá ykkur og hugmyndir og svo ég reyndar líka búin að búa til svona könnun á netinu. En ef við förum hérna aðeins skoðum þetta blessaða hugtak, það þykir nú svolítið óþjált og ekkert allir sammála því að bæði að notast endilega við það eða að þýðingi sé endilega svo besta. Og það væri gaman bara að heyra frá ykkur, þið getið sett líka í spjallinu það sem ykkur finnst það. En til dæmis var ég að reyna að koma þessu að í nám og kennsla inngangur inn í menntavísindasviði sem þema fyrir næsta ár, sem sagt námskeið hérna í grunnnáminu. Og þá hvað ertu eiginlega að tala um? Kennararnir þar, eða einn sérstaklega, hún vildi meina að borgaravitund þetta ekki bara eitthvað kosningar, þetta eitthvað stór pólitískt mál og akkur getum við ekki bara talað örugga netnotkun. Og hvað meinar eiginlega? Og eins þá kannski miðlalæsi sérfræðingur hér innan hús Bíddu nú við, miðlalæsi, þetta rúmast allt undir hugtakinu miðlalæsi og kennslu miðlalæsi, sá sem miðlalæs, hann bara ábyrgur og góður að nota netið. En mér finnst mjög góðar áherslur þegar að við verum að tala borgaravitund. Það svolítið öðruvísi kannski það koma öðruvísi áherslur fram með því hugtaki. Þannig að sem ég ætla að skýra nánar en þarna sem sagt í raun og veru borgaravitund hugtak sem að hún Sigrún Aðalbjarnar hefur skrifað mikið og notar fyrir þýðingu á citizenship og þetta digital orðið nokkuð vel yfirleitt þýtt sem stafrænt. Þannig að stafræn borgaravitund hef ég notað fyrir þýðingu á digital citizenship. Þetta komið inn í alþjóðlega staðla og rit ýmiss konar
Og en hins vegar verð ég að segja eins og að þegar það annað hugtak tengt þá sem Digital Citizen og þar lendum við kannski svolítið vandræði og ég veit til dæmis að Elínborg Sigurðardóttir sem hefur unnið töluvert með hugmyndir tengdar þessu í skólastarfinu hjá sér, hún þá að nota netborgari með nemendum sínum og mér finnst allavega ekki ganga að nota stafrænn borgari en það ætti að þýða þar. En endilega, segið þið hvað ykkur finnst bara inn í spjallið ef að þið eru með hugmyndir. Sem sagt, já, það sem ef við erum að hugsa borgaravitund, ég nefnilega, þá erum við að tengja þetta kannski svolítið við lýðræði í skólastarfi og það eru hugmyndir sem náttúrulega löngu fyrir alla þessa upplýsingatæknibyltingu og já, Tryggvi segir, ég velti fyrir mig hvort ástæða til að gera greinarmun á stafrænni borgaravitund og bara venjulegu borgaravitund. Já, sko kannski erum við bara að tala borgaravitund í breyttu stafrænu landslagi. Það við Ólafur Páll ætlum væntanlega að vera með erindi hjá Siðfræðistofnun á næstu vikum og þá erum við kannski að velta fyrir ykkur titlinum borgaravitund í breyttum heimi. En svona sem yfirtitli. En sem sagt, ég bendi ykkur hérna mjög góða grein eftir Wolfgang Edelstein sem lýðræði verður að læra. Og þá hann sem sagt að hvetja til þess að við hugsum tilgang skóla svona í þeim anda við séum að sem sagt byggja upp stuðla að því að nemendur fái svona verði ábyrgir borgarar og bara mikilvægi þess að skóla séu börnum uppspretta lýðræðislegrar reynslu. Og ég seti hérna ganni myndirnar frá henni Baldvin-Tóti gamla daga. Lásuðu ekki Baldvin-Tóti, allavega stelpurnar hérna sem eru inni, konurnar, sem eru á svona komnar á góðan aldur kannski. En þarna var ég alveg heilluð af því þegar ég var krakki, hvernig nemendurnir hafði mikið vald og þarna var Enid Blyton inspireruð af Summerhill og fleira. En ef við skoðum starfsháttarannsóknina að þá ein niðurstaða úr henni, ég veit ekki hvort þið þekkið starfsháttarannsóknina, vonandi flest ef ekki allir hérna inni, en það var mjög stór og mikil rannsókn sem var gerð í 20 skólum frá 2009 til 2011 og heilmikið rit að koma út núna 2014. Og þar var meðal annars verið að skoða áhrif nemenda á hvað gerðist í skólanum og þannig að ein niðurstaða að þau eru hverfandi í íslenskum skólum. Nú, en ef við skoðum hvað hún á við Sigrún Aðalbjarnar, að þá sé hefðbundið í það að hafa sterka borgaravitund, að kjósa gangi stjórnmálaflokk, en útvíkka sé það bein þátttaka í samfélaginu, til dæmis með sjálfboðaliðastörfum, félagsstörfum, þáttöku í hreyfingu til að vernda umhverfi. Og þannig að það sé undirliggjandi gildi séu réttlæti og ábyrgð, mannréttindi og jöfnuður, kærleikur og umburðarlyndi. Og þannig að borgaravitund í lýðræðisþjóðfélagi skilgreinir hún sem vitund fólks um það hvað það merkir að vera samfélagsþegna borgari með þeim lýðréttindum, skyldum, ábyrgð sem því fylgir og endurspeglast í daglegu lífi þess með virkri þátttöku í samfélaginu. Þannig að, en þegar hún að skrifa þetta, þó þetta sé nýleg bók, að þá voða lítið fjallað sem sagt í raun og veru hvað hvað allt þetta breytta landslag
sem að við höfum, þetta stafræna landslag sem við lifum í og hvað ég var að segja, undra lönd eða þetta svona kannski svolítið villta vestrið eins og þetta virkar núna, hvað við gerum með alla þessa miðla, samfélagsmiðla ekki síst og verkfæri sem við höfum. Nú þá eru sem sagt höfundar eins og Jason Oler sem að hefur skrifað til dæmis ágætt rit Digital Community, Digital Citizen og 2010 og fjallar þá þessar breytingar og hvað sé mikilvægt að vinna með ungu fólki og þá vill hann einmitt leggur hann áherslu í raun og veru þá þurfi svona character education for the digital age. Að það í þessum anda í raun og veru sem ég var að nefna áðan, sem sagt svona tilgang skólastarfs og mikilvægi þess að vinna með ungu fólki þannig að það sem sagt hafi þessi gildi, siðferðislegu gildi og séu svona, geti tekist á við þessar áskoranir sem að fylgja öllum þessum breytingum, að nýtt sér líka tækifærin. Ég sem sagt í raun og veru fór að skoða þessar hugmyndir stafræna borgaravitund í svona MOOC-námskeiði hjá Oler sem hann var með árið 2013. En það sem mig langar til að gera aðeins núna, áður en lengra haldið í kynningunni, að svona heyra hjá ykkur sem sagt hvaða álitamál eru kannski að koma upp í skólastarfinu, þannig að sem tengjast öruggri netnotkun eða þessari borgaravitund sem ég að tala Þannig að ég ætla að gera notatriksið hennar Svövu, hvar var ég með þetta? Og ég ætla sem sagt að biðja ykkur að fara inn á Google Docs, skipta þessu þá eftir aldurshópum, þannig að leikskólinn væri þarna, þetta er kannski skýrar að ég geri þetta eitt í einu, þannig að þeir sem að tengjast leikskólastiginu og eru í hópnum, að þeir færu þá hér, þeir sem tengdust grunnskólanum, 1. til 6. bekk, færu hér og þeir sem væru 7. til 10. bekk, færu hérna og framhaldsskólan hér og þeir ræðið hvaða álitamál að koma upp í ykkar skólum sem gætu tengst þessu þema og hvort að nemendur sé að verða að vernda sjálfa sig og aðra höfundarétt og aðrar eignir, sé að sýna ábyrgð og þetta gætu líka tengst aðgengismálum og fleiri atriðum. Farið þið inn á þessar slóðir og má þið sjá hér dæmi sem sagt eins og í grunnskóla 1. til 6. bekk. Hvaða mál gætu verið að koma upp, hvernig eru þau leyst
Ég til dæmis talaði heilmikið daginn við kennaranema í sambandi við Fríði Nippul átaki sem kom upp. Það var mjög margt sem áhugavert sem sagt, kom fram í þeirri umræðu. Hvernig það var, hvað gerðist í viðkomandi skóla og svona viðbrögðin. Þannig að við skulum heyra svona frá ykkur. Er þetta ekki að virka? Látið mig sjá hvort eitthvað sé komið inn. Og þetta gæti verið vandamál til dæmis. Reynið að setja ekki neitt svona persónugreinanlegt en meira svona reynið að orða það þá almennt. Ef ykkur finnst verra að setja þetta inn í töfluna, þá má það líka vera þarna fyrir neðan. Þetta gæti tengst höfundaréttarmálum. Óps. Þarna væri nefnilega skemmtilegt að vera með breakout room svona meðfram, þannig að fólk gæti svolítið verið að ræða málin í sameiningu. Hér er komið til dæmis í leikskóla, Snapchat-notkun starfsmanna ófaglærðra sem senda vinum sínum myndir af nemendum. Þetta er mjög áhugavert og þarna er verið að segja hvernig það sé leyst, sem sagt, umræða og kannski samtöl. Sjá, eitthvað hér eru ýmislegt í grunnskólanum, já. Vandræði, þetta gerir stundum eftir skóla, samt í hópi barna 5. bekk, þau voru að leika sér í Snapchat, taka myndir og deila. Daginn eftir lofaði bekkurinn það að fara mynd sem viðkvæm fyrir 2 úr hópnum og senda marga aðra, já, þarna voru 6 nemendur, enginn viðurkenndi að hafa sendt myndina. Þeir nemendur vissu hvað hefði gert það og svo hófst baráttan, já, til að viðurkenna. Vandræði nemenda samfélagsmiðlum eftir og utan skóla, áhrifin ná inn í skólastofuna, verið að taka screenshot. Þarna er margt sem að tengist Snapchat, það er greinilega. Já, það leyst, já, foreldrarnir myndu að kalla þetta samtals og hvernig best er að bregðast við. Einmitt, þarna er að sjá hvort það sé eitthvað komið hjá framhaldsskólanum.
þetta er svolítið hægvirt, já. Já, Tryggvi segir virðist oft tengjast myndatökum, já. Upptöku nemenda af kennurum hérna í framhaldsskóla er akkurat. Það er svo rætt við nemenda. Það sem ég glími við er hér flest jákvætt, má sjá. En ég verð þá að glíma um myndatökur, þess að það taka myndir af nemendum í mat að tyggja og svo framvegis, já. Þetta er rætt að bekkjarfundur fara yfir málin og rætt netfótsporin okkar. Já, fínt, þarna er Snapchat aftur við sögu, einheltissteymi stoppaði það. UTN-kennslu almennu deild, nemendur sem komu grunnskóla með lágar einkunnir og fyrir netið að sækja verkefni vilja allan tíman að vera netinn á klámsynleik sem mikil óróleiki í bekknum, já. Og þarna er þá verið að nota tæknilega lausn sem sagt til þess að gera kennaranum kleift að loka netið. Athugasemdir skólann, væntanlega þá á samfélagsmiðlum, ef neikvætt efni fer í umræðu. Hérna, kíkjum aftur að leikskólann, var ég búin að fara á hérna. Já, heyrðum við erum hérna með ýmis dæmi og það var líka áhugavert að sjá, ég veit ekki hvort þið fóruð á 3F ráðstefnuna daginn, en þá var mjög fínt erindi frá honum Birni Egilssyni hjá SAFT verkefninu. Það sem að hann var að fjalla ýmis konar mál sem nemendur voru að segja frá í viðtölum og var mjög áhugavert. Þannig að, en við skulum hérna, einn nefnir óleyfilega myndatökur, já. Já, óviðeigandi, já, rétt. Það er góð ábending. Og þarna vorum við komin með meira, sem sagt, úr nánari útskýringar hvernig málið var leyst hérna. Já, en þetta er áhugavert að skoða og þarna, sem sagt, það hefur í raun og veru fylgt netnotkun leið og netið kom sem sagt til sögunar og að fara að nota í skólastarfi. Alls konar svona mál sem sem setja stundum fólk í baklás og viðbrögðin hafi oft verið bara að búa til einhverja óendanlega reglur, svona acceptable use policies fyrir skóla, þetta má ekki og þetta má ekki og þetta má ekki og svo framvegis. Hérna, þannig að þetta er í raun og veru þessar hugmyndir að vinna frekar út frá stafrænni borgaravitund heldur en sko bara bönnum og boðum að það hljómar voða sem sagt skemmtilega. En þið getum kannski sett eitthvað fleiri dæmi þarna og það væri áhugavert. Ekki síst ef að þið sjáu einhver óleyst vandamál sem hérna þið kunnið á við eða einhver sambærileg dæmi hvernig hlutin eru tæklaðir. En sem sagt, ég bendi ykkur hérna á þessa bók hér, Digital Citizenship in Schools. Það er Mike Ribble sem gaf út þá bók og hérna hann sem sagt fer svolítið vel yfir hérna í raun og veru sem sagt svolítið konkrétt, tekur svona fyrir konkrétt dæmi. Hvað er það í þessum breytingum sem hafa orðið í stafræna landslaginu sem sagt þarf að taka til skoðunar ef að við viljum geta kallað okkur sem sagt svona góða borgara eða með góða borgaravitund í þessari breyttu veröld. Og
Hérna eru þessi lykilþættir sem að hann telur til og þau hafa enda verið flokkar með ýmsum hætti. Til dæmis hjá Alberta fylkin í Kanada hafa þeir sett þetta upp í 3 meginflokka: virða og vernda sjálfan sig, virða og vernda aðra og virða og vernda höfundarrétt og aðrar eignir. Þetta nú kannski svona samt aldrei skörun þarna á milli en ef við skoðum til dæmis öryggismál, það einn þátturinn, að þá það kannski geti það verið undir flokknum virða og vernda sjálfan sig, ekki síst, en þarna áhugavert að sjá, sko, þetta orðin mun meiri umræða kannski þetta. Það sem sagt þarna vísað í blaðaefni eða fréttaefni nýlegt að tölvuglæpir væru orðin stærsta ógnin. Það var að koma út held ég bara í dag eða gær, net- og upplýsingaöryggisstefna frá innanríkisráðuneytinu og það var með heilmikla ráðstefnu með öryggislæsi sem sagt núna fyrr á misserinu og þannig að þetta sem sagt þetta mjög stórt mál í raun og veru sem að við þurfum þarf að huga að og kannski ekkert endilega nógu góð þekking innan skólana til þess að kenna nemendum og fræða hvernig þau geta verið örugg á netinu og það getur sjálfsagt enginn í raun og veru verið það en samt hvernig mér fannst umræðan eins og í ský öryggislæsis málstofunni vera dálítið á því að það þyrfti líka bara að sýna heilbrigða skynsemi og í þessum málum hvað gert. En síðan flokkur heilsu og vellíðan og þá erum við að tala bæði andlega og líkamlega heilsu. Þarna ég að vísa svona í myndefni sem að tengist nú til dæmis bara lýðheilsuefni sem var gefið út Teygjuhlé, hvernig við þurfum eiginlega að þetta sé langtíma seta, hvað hún getur haft slæm áhrif og við þurfum að hreyfa okkur meira og það til náttúrulega heilmikil verkefni og alþjóðleg og svo rannsóknir svolítið komið innanlands netfíkn eða netávana. Ég í raun og veru hef tilhneigingu til þess að tala frekar netfíkn. Það á enskunni notað orðið net addiction eða internet addiction og þá erum við kannski að tala þá sem í mesta vandann. Netnotkun að hafa orðin mjög neikvæð áhrif á okkur, á líf okkar eða nám, störf, þannig að það kannski bara mjög lítill hluti. En þannig að netávani kannski gæti verið vandamál en þó að sé kannski ekki myndi varla greina sem netfíkn. En síðan þá þættir eins og réttindi og ábyrgð og þarna ég með mynd undir réttindunum. Ég var þarna í Growing Up Digitally Safer Internet Forum í haust og þar var mjög áhugavert erindi það sem að var hreyfing sem heitir iRights Movement og þar sem sagt meðal annars það verið að segja það þurfa að vera, við þurfum að hafa þessi réttindi, til dæmis að geta tekið út efni og ekki síst ungmenni sem hafa verið sett okkur. En þannig að við þurfum líka að huga að hvaða réttindi höfum við og skyldur eða ábyrgð. Þarna vísa ég til þess að svarbóksi líka sem hjá saft.is þar sem
er hægt að láta vita ef eitthvað kemur upp. Þannig að við sitjum heldur ekki bara alveg ábyrgðarlaus hjá að við sjáum eitthvað gerast eða ef eitthvað gerast hjá okkur sjálfum sem að þarf að skoða. Það er mjög gott hvernig til dæmis SAFT er að og sambærilegar hreyfingar eða verkefni erlendis er að virkja nemendur sjálfa með ungmennaráðum og þarna er mynd sem að undir réttindi og ábyrgð sem að sýnir sem er frá svona manifesto eða ég veit ekki hvað kallað stefnuyfirlýsingu eða sáttmála sem var samkeppni hvað og ungmenni gátu sent inn tillögur hvernig viljum við hafa netið en það er verið þá líka svona að reyna að byggja upp kannski það að nemendur sjálfir hafi ábyrgð og fái ábyrgð í þessum málaflokki. Það er spurning siðareglur eða netvenjur og ég vísa þarna sérstaklega á listan hjá SAFT yfir góðar netvenjur en við þá erum að tala líka eðlilega samskiptahætti og þarna er vísað á nýtt námsefni sem að Arnar til dæmis var að vinna töluvert í síðan hann er hjá okkur fyrir áramótin og neteinelti sem hann kom líka að hönnun, það var BN-nemar sem að gera þessi lokaverkefni og það tengist það líka skiptum hvernig við þurfum að líka að virða og vernda aðra og þegar við notum þessi rafrænu samskipti og kunnum að nota svona viðeigandi samskiptamiðla á viðeigandi máta. Nú síðan eru aðgengismálin líka það sem að er í flokknum hjá Ripoll að við og hann tengir það í raun og veru samfélagsþátttöku. Eru örugglega allir með aðgengi að tækninni og skólarnir þá að tryggja aðgengi og við sjáum það með þessi starfsháttarannsóknir ég talaði áðan að það var mjög lélegt aðgengi í íslenskum skólum að í raun og veru að tækjabúnaði og þetta er náttúrulega þessi gjá sem er hjá langflestum með hvernig aðstæðan er á heimilum en það eru náttúrulega kannski einhverjir líka sem að hafa heldur ekki mjög gott aðgengi heima fyrir og þegar við erum að tala kannski digital divide erum við þá ekki endilega að tala bara aðgang heldur hvernig við kunnum við að nota okkur þetta. Og síðan þættir eins og stafrænt læsi og miðlalæsi og þarna lítið mynd af þessum læsisfrumskógi sem UNESCO setur upp með alls konar læsi, Media and Information Literacy. En þetta náttúrulega eitthvað sem við þurfum að vera að vinna mjög vel með í skólanum og hvort sem upplýsingalæsið og finna og vinna úr upplýsingum og vinna með upplýsingamiðlalæsið þar sem við erum að skapa og greina og svo allt þarna á milli. Og síðan eru lög og reglur og þá allir varðandi höfundaréttarmál en þarna setja líka inn, það er að koma líka borð ýmiss konar lagamál sem tengjast bara samskiptum og eins og höndaklámi og eða efni sem sett út á netið eða óhróður. Nú nýlega náttúrulega samkynhneigða. Og síðan setur hann verslun líka upp vegna þess og við kannski gerum okkur ekki alveg nógu mikla grein fyrir hvað hún sífellt að færast meira út á netið og þarf að huga að líka í þessu samhengi. Ég sé að það alveg fyrir mjög virka á spjallinu þannig að margir mjög góðir punktar hjá okkur og ábendingar efni flott eins og Þorbjörg og Sigurhaukur.
Nú, hérna er þetta það sama í raun og veru, hún Alice Keeler sem hún Þorbjörg var að vísa okkur á í Facebook-hópnum sem að setur þetta upp mjög skemmtilega hérna með netið svona og kóngulóarmanninn. En hérna langar mig þá að ganni núna til þess að bjóða mig að taka þátt í smá spurningakönnun hérna á netinu og þáttakan er frjáls en þetta væri gaman að fá hérna einhverja grunnupplýsingar og hvernig hérna ykkur finnst, hvernig finnst ykkur þið koma út, þið sjálf eða nemendur ykkar svona almennt í þessum þáttum og þetta er mjög grófur spurningalisti og þetta er bara svona alveg, en ég myndi gjarnan vilja til dæmis í erindi sem við þurfum að halda hérna við Ólafur Páll hérna í Siðfræðistofnun. Það væri gaman að mega að segja ef það kemur eitthvað út úr þessu hérna hjá okkur, hvað þið eru 52 sem eru hérna inni og þetta lítur sem svona út. Þetta er mjög gróflega svona fer eftir þessum spurningum í stórum dráttum sem að koma þarna fram á kortinu hjá Alice og Keeler og þannig að þessu var bara hent upp í dag og algjörlega óprófað. En það væri skemmtilegt að hérna sjá hvort þau getur tekið núna svona 5 mínútur, bara smella á hvað ykkur finnst og svo getum við skoðað þá niðurstöðuna svona í stórum dráttum. Þannig að þá eru þetta þessi 8 til 9 þættir og síðan er ég að spyrja líka hvernig staðið að fræðslukennsla á þessu sviði í þínu skóla og hvað helst gert á þessu sviði. Og þið athugið, semst þetta er náttúrulega frjáls þátttaka, þið getið prófað ef þið viljið ekki taka þátt í þessu, þannig að ef ég fengi að segja frá niðurstöðunum einhvers staðar, þá smellið þið bara ekki á submit, en þið myndu kannski vilja hérna prófa að smella á þetta. Við skulum bara kannski byrja að kíkja niðurstöðurnar, þannig að það kannski breytist það ekki voðalega mikið, jafnvel þó að bætist fleiri svör. En þá svona ganni, hvernig meturðu hæfni þína til að nýta þér tæknina þér og öðrum til hagsbóta? Þetta er svona mjög gróf skilgreining á einhvers konar læsi. Ef við værum að gera einhverja alvöru könnun þetta, væru einhverju nokkra spurningar sem tengdist hverjum flokki. En við erum hérna bara, fólk er nú frekar gott með sjálft sig, sko. Það er alveg hérna og mun ánægðari með sjálft sig heldur en með nemendur sína greinilega. Þannig að þeir eru kannski helmingur sem fær einkunnina 3, en það eru 95% eða eitthvað svoleiðis sem eru með 3 eða hærri hjá ykkur. Nú, þannig að þetta er greinilega eitthvað sem er þörf að vinna með í skólastarfinu fyrir nemendur að efla læsi þeirra á með tæknina og miðlana. Hvernig metur aðgengi þegar kemur að nýtingu? Já, það er bara frekar gott. Það er nú samt 1 sem er óánægður, 4 sem eru ekki mjög ánægðir. Og ef við hugsum nemendurnar okkar að þá að því ég segi hér í skólanum, við vitum á þessari gjá sem er milli skóla og heimila, en þá hún ekkert voða góð virðist ennþá í skólanum. Það eru nú samt
stærsti hópurinn sem að gefur einhverjum 4. Þannig að nú þetta þá eitthvað sem að í raun og veru svolítið í gangi með þessu sko eins og spjaldtölvuvæðingu og að reyna að koma tækninni meira inn í skólana að bæta aðgengið. Og þá hugsanlega jafnvel með eigin tæki, það sem sagt bring your own device aðferðum. Nú stundar góða netvenjur, veist þú skilur, þarna ég eiginlega að setja saman í einn hóp, sko, bæði siðareglur eða netvenjur og samskiptin. Veist þú skilur hvað við enda að segja, deila með mismunandi samskiptaleiðum. Þannig að þið eru öll mjög ánægð með ykkur, þið eru alveg mjög svona til fyrirmyndar fyrir nemendur ykkar, en meðan að þarna greinilega málaflokkur sem þarf að vinna mjög mikið með í skólum. Við erum kannski þetta kannski líka svolítið erfitt að meta samt þegar þetta svara svona bara ein svona gróf spurning, en svona heildinni litið og kannski eru einhverju örfáir sem eru kannski svolítið að lita okkar afstöðu, einhver vandamál sem að svona standa upp úr, en það svona kannski erfitt að segja nákvæmlega hvað þessar tölur gefa til kynna. Og þið eru svona frekar góð með ykkur líka varðandi áhrif, að þið gerir ykkur greina áhrifum á heilsu líkamlega andlega, sko, sem að eitthvað hluti sem ber að varast varðandi ofnotkun tæknina. Og þarna eru nemendur líka, þetta greinilega einhver málaflokkur sem ætti að vera þá þörf fyrir. Nú, hvað þú segir Tryggvi með varðandi netvinnur? Ég virkilega svo helmingur hópsins hlustar aldrei á lag sem annar en höfundur vist á YouTube. Ég nú ekki alveg að átta mig á hvað þú ert að fjalla þarna. Þú hefur mikrofóninn, þannig að þú getur skýrt málið ef þú vilt. Nú síðan eru öryggismálin og þar erum við ekki eins viss með okkur og heldur ekki nemendurnir sem sagt eru líka bara í kannski svipuðu róli eins og þarna þessi fyrri svör, en við sjálf þarna einhver málaflokkur sem við sjálf þurfum kannski að vinna í líka fyrir okkur. Þekkir réttindi og skyldur, sko, þar erum við líka svona ekki eins að gera það eins gott eins og í þessu siðferðislegu gildum. En samt töluvert og mun betur en við teljum nemendur okkur vera. Og síðan eru lög og reglur, það svona þokkalegu standi líka og meðan að nemendur eru síðri. Og svo þetta kaup og sala, já, það svona á svipuðu róli kannski. Og svo hérna mjög áhugavert, staða fræðslu kennslu á þessu sviði þínu skóla, mjög mikil áhersla, það hvergi. Mikil áhersla 8%, já. Töluverð áhersla nú samt helmingur, lítil 26 og mjög lítil eða engin meira að segja þá 10%. Og við erum þá að tala að hvað helst gert, já, hérna lífsleiknikennslan, já. Fráskólanum bara að fá bekkir, geti hugsast einhvers að sinna, við vitum ekki fáum fyrirlestra, þarna kannski verið að leita svolítið til saft hugsanlega. Einnig rætt þó reglulega í tölvutímum, fræðsla með frjálsum félagasamtökum, risaeðlutímabili, já. Við getum hver mænu kennara og það náttúrulega ekki nógu gott eins og það snýr að nemendunum ef við ætlum að tryggja að allir séu að efla sig á þessu sviði. Og þarna fræðsla frá SAFT, já, áhersla á netöryggi, hér einhver alveg til fyrirmyndar. En þarna erum við með þá flestir sem hér eru að herri, já, þannig að þetta var mjög áhugavert. Þakka ykkur kærlega fyrir þetta. Já. Grípa inn í þetta sem ég var að tala þannig að spurningin
Það var þarna netvenjurnar og okkar Já. eigin netvenjur og sem sagt 55% af þessum hópi segist stunda mjög góðar netvenjur. Já. Og þá veldi ég hvað erum við að tala þarna og gerum nægilega vel grein fyrir því hvað átt við með þessu netvenjum. Nei, þetta náttúrulega bara mjög gróft sko, sem sagt og í raun og veru ætlaði ég að orða þetta svolítið öðruvísi sko, þau tala þarna eins og í Ripple sko netiquette og svoleiðis siðvenjur á netinu. Ég var aðeins að nota kannski svolítið orðalag frá SAFT þegar ég segi netvenjur og þá eru þeir til dæmis að með ákveðin netorð í huga sem sagt allt sem þú gerir á netinu endurspeglar hver þú ert þannig að og fara yfir það þannig að en í raun og veru sko var þetta sett upp eins og miklu almennar orðað þegar það kom netvenjur sko en já, heyrði, en má ég sjá hvað sko en formlega höfum við sirka 10 mínútur eftir. 10 mínútur eftir, ok, þannig að ég ætla aðeins þá að nefna hérna nokkra hluti, sko að þið segið sem sagt já að skólarnir ykkar séu kannski yfirleitt ekki að standa sig mjög vel hvað þetta varðar og við höfum verið, ég og fleiri sem ég hef verið að benda á sem sagt að skoða hérna Sigurður, til dæmis, Sigurður Haukur, að skoða Alberta Education School Technology Branch hérna í Kanada, sem sagt að þeir hafa verið að vinna mjög mikið í stefnumótun á þessu sviði og er alveg með sérstaka áherslu á stafræna borgaravitund og þetta þá undir þeirri sem sagt undir sko það sem þeir segja sko við viljum að sé ekki þessi gjá milli skóla og heimila, við viljum að það sé miklu meiri nýting á tækninni og að nemendur geti, við höfum ekki efni á að skaffa tæki fyrir alla fólk, við viljum stuðla því að nemendur geti bara sjálfur komið sín eigin tæki og þá þurfum við, þá verður það annars eins og villta vestrið nema við leggjum jafnframt áherslu í námskráni á að efla stafræna borgaravitund og við teljum það miklu skynsamlegar heldur en að vera með endalaus boð og bönn og reglur. Og og já, ég hafði dottið út glæran það sem ég vísaði á þessa skýrslu. Ef þú ert með hann við hendina, Sigurður, sko, þá væri fínt að fá það inn. En þeir eru til dæmis með skorkort fyrir skóla sem byggja á þessum þáttum hjá Ripple og þú getur fengið, sem sagt, þetta er svolítið skemmtilega sett upp Excel-skjal þar sem þú getur fengið skorið þína sem þú fyllir út, sem sagt, bara inn í Excel-inu og þá reiknar það út skorið þitt og segir í hvaða flokki þú ert og hvað þú þyrstir hugsanlega að vera að bæta þig. En ef við erum að hugsa líka bara sjálf, af því að sko, ég var áður að tala um þetta í víðara samhengi, að við værum að bara sem að er meira svona kannski eins og skólaþróunarverkefni, ef við viljum vera að efla sko þessari borgaravitund og vinna í anda svona lýðræðis og jafnréttis en það getur hver kennari byrjað hjá sér bara með eitthvað ef að þið viljið sko það alveg hægt að byrja smátt og hvaða aðferð getur það notað og það er sko það er þetta með umræðuna og samræðuna við nemendur og en það er líka semst að byggja sko ég held að það geti verið sé mjög spennandi svona samstarfsverkefni til dæmis við aðra hópa og nemendur hér á landi og erlendis til dæmis og ítvinning að nemendur svona átti sig á líka þessu þeir séu ekki lengur bara borgarar á Íslandi þeir eru komnir út á netið og að þetta sé raunverulegt fólk sem að búi í öðrum löndum og nemendur í skólum og Connected from the Start er mjög áhugavert rit sem var einmitt verið að benda á í einhverjum Facebook-hópnum að hefði kveikt í fólki sem sagt varðandi svona samstarfsverkefni en ég mjög spennt fyrir þessum hugmyndum Connected Learning, tengslamiðanám þar sem verið að
byggja á áhuga nemenda, koma þeim í tengsl út fyrir skólastofuna, láta þau finna að maður hafi trú á og að gefa ábyrgð í hendur nemenda. Þannig að en umræða og samræða þessi álitamál og ég held að það sé sko það svo margt í gangi sem að bara nemendur vita. Þannig að það þarf að fá það fram og gefa þeim tækifæri líka að segja hvernig á að leysa vandamálin sem geta komið upp og læra hvert á öðru, sem sagt í jafningjafræðslu. En svo fór ég að hugsa þegar Tryggvi, þú varst að tala að við værum flækingar. Ég nú gamalskáti, þannig að ég kannski sniðugt að vera svona meira hugmyndafræði skátanna, sko, að við séum nú alltaf viðbúin og það mjög skemmtilegt að sjá til dæmis á skáta.is að þá einmitt verið að nota þessar hugmyndir og aðalatriði að skátarnir sjálfir taki virkan þátt í ákveða undirbúa og framkvæma og ígrunda og svo höfum við þessar sveitafóringjar, skátaforingjar sem eru bara að passa upp á að reyna að efla sjálfstæði og virkni og gæta að öryggi sé gætt og svona það sé mikilvægt líka, það ekkert alltaf að það heppnist alltaf strax, við verðum að fá að læra af reynslunni. En síðan ætla ég þá svona kennsluaðferðir en svo líka til náms- og fræðsluefni hér á landi. Það eru til dæmis á soft.is og áður hafði ég nefnt til dæmis eins og Ekkert hatur og neteineltisvefinn og svo hafa nemendur núna í nám og kennslu á netinu meðal annars. Þá eru Arnar og Sigurður Haukur hér hafa verið að þau byrjuðu í fyrra og að byggja upp vefinn Stafræna borgaravitund og þeir hafa haldið áfram með hann og þannig að þarna vísað á vefinn eins og hann lítur út núna og heldur svo undir formerkjum Creative Commons og heldur svo bara vonandi áfram að byggjast upp og það sem ég held að sé mjög spennandi efni til dæmis komið inn á Common Sense Media sem ég hveti ykkur til að skoða. Það sérstaklega merkt Digital Citizenship og þarna mikið af svona litlum vídeóklippum og spennandi hlutum sem gætu gagnast, annaðhvort hugmyndir hvað væri hægt að gera hér eða jafnvel eitthvað sem væri verið að samþætta eins og í enskukennslu og nota bara beint með nemendum okkar.